Að undanförnu hefur mikið verið rætt aukið atvinnuleysi á Íslandi, sem áhyggjuefni. Við þurfum að fjölga störfum, við þurfum að auka verðmætasköpun samfélagsins, nú sem aldrei fyrr. En við megum ekki gleyma þeirri stöðu sem var komin upp áður en faraldurinn hófst. Mörg íslensk fyrirtæki, sérstaklega lítil og meðalstór fyrirtæki á Íslandi, voru lent í verulegum erfiðleikum vegna aukins kostnaðar og vegna íþyngjandi regluverks. Og nú staðan orðin sú að það erfitt að stofna eða reka lítið fyrirtæki á Íslandi, öðruvísi en að ráða sérfræðinga bara til að fást við kerfið, til að uppfylla reglur sem eru sniðnar að alþjóðlegum stórfyrirtækjum, en fyrirtækjum allt land hér á Íslandi ætlað að fylgja og uppfylla. Við höfum lagt fram tillögur það hvernig megi koma til móts við minni og meðalstór fyrirtæki á Íslandi og gera þeim kleift að búa til störf og auka verðmætasköpun í landinu. Landbúnaður var lentur í verulegum vanda löngu áður en að faraldurinn hófst. Þar höfum við lagt fram heildaráætlun, róttæka áætlun hvernig megi endurreisa íslenskan landbúnað. Það sama við aðrar atvinnugreinar. Iðnaðurinn hefur lengi búið við óvissu og ferðaþjónustan, stærsta útflutningsgreinin, á nú á hættu að mörg fyrirtæki verði tekin af fólkinu sem byggði þau upp, lagði allt sitt undir og seld áfram, rétt eins og gerðist fyrir rúmlega áratug síðan. Það ætlum við ekki að láta gerast. Við ætlum að standa með fólkinu sem hefur lagt á sig mikla vinnu við það að byggja upp atvinnulífið hér, auka verðmætasköpun á Íslandi og það sama á hvaða svið það er. Við erum, Miðflokkurinn, allstaðar með lausn á því hvernig megi snúa hratt við þeirri öfugþróun sem við höfum upplifað að undanförnu og ekki bara eftir að faraldurinn hófst og hvernig megi hratt búa til ný störf á Íslandi og auka verðmætasköpun í samfélaginu.